Já, komið sæl og velkomin í Kaldabotinn, eina vikuna. Gestur minn í dag, Halldóra Sigurðardóttir, velkomin. Takk fyrir. Gaman að sjá þig. Takk fyrir það. Heyrðu, það er hefð fyrir í þættinum, það er að skála náttúrulega í Jesúlaði. Já. Að við tökum öll Jesú borð og hérna... Hann er besti vinur minn, þannig að... Ég var einmitt að tala við konuna mín Jesú í gær. Mér finnst Jesú svo mikil töffari. Já. Og hann er svona í mínum huga, ég er ekki trúaður nema bara svona alheims trúaður. Já. Á einu stað er Jesú svolítið svo Che Guevara. Já. Svona setti hann svolítið... Rebel. Hann var rebel síns tíma. Algjörlega. Og sagði svolítið fuck you við alla, sko. Já, hann bara niður kerfið. En boðaði þetta góða. Já. En þú ert köld Dóra. Ég er köld Dóra, já. Já. En hver er Dóra? Hvaðan kemur? Já. Ég semst kemur bara 101 Reykjavík og 105. Downtown. Já, downtown bara. Ólst upp þar og réðst upp á skóla og hérna fer yfir MH og svo klára ég semst í fjölmiðlafræði, félags- og fjölmiðlafræði og diplómið hagnýttri fjölmiðlun. Okay. Fer síðan út til Frakklands í 4 ár og þar bæti ég við mig mastersgráðu, maîtrise kallast það, fransku, og hérna í fjölmiðlafræði. Góð. Svo kem ég heim og ég fer að starfa eitthvað við fjölmiðla og svo er ég, allskyns, bara hef verið verkefnastjóri og verið að ritstýra barnablaðinu Æskunni og unglingablaðinu Smelli. Ég hef mikinn áhuga svona forvarnatengdu uppeldisefni og þannig að þetta hendaði mér mjög vel og mjög skemmtilegt. Já, dugnaður í þig. Já, takk fyrir. Ég man alveg til Æskunni og þessu Smellur, já. Já, ég var að taka viðtöl við fullt af leikurum og söngurum og söngkonum og svo bara byrjti þetta í blaðinu og ég fór mér svo líka á skrekk og allt þetta og krakkunum fannst þetta mjög skemmtilegt. Þetta var bara rifið út blöðin og ég segi bara vantar að halda áfram með þetta. Ég hef ekki séð neitt ég veit að Andrés Andblaðið er gefið út sem bara frábært en vantar finnst mér meira svona eitthvað fyrir krakkana, eitthvað blöð. Er þetta til en þá eða? Ég hef ekki séð það. Er þetta ekki öll þessi tímarit meira minna farin? Þetta segir ekkert eftir að þessu. Já, kannski, en ég er mikil risaðilega þegar kemur að þessu. Mér finnst gott að geta haldið á blöðum og bókum og lesa þannig. Er ekki heimildin eina blaðið sem kemur út? Jú, Mokkinn er duglegur við þetta. Já. Já, Heima er best líka kemur út. En það er einhver blöð, en það er kannski vilji til að fara meira yfir í digital, en ég bara, er ekki svona því. Hvað er það að gera í dag? Í dag er ég að koma framfæri bara bókinu minni, Dauða ekósins. Já. Þetta er stór titill. Já. Þetta er risa titill. Já. Og ég bara gaf líf mitt í þessa bók. Byrjaði að skrifa hana á íslensku og gefa hana út 2020. Og í kjölfarið þá gerast ákveðnir atburðir og ég gerum grein fyrir að ég þarf að þýða henni yfir á ensku líka til þess að koma hana framfæri erlendis. Og það er það sem ég er að gera núna. Okay. Ég bara er að klára, bókin er bara í uppsetningu núna og er að leiðin í pröntun. En Dauði ekósins, ég meina, er þetta að útskýra bókina í einhverjum málskrifum? Já. Þarf að lesa hana bara til að ná henni? Nei, jú, endilega, ég vil gjarnan að allir lesa hana og en ég er búin að breyta mjög mikið ensku útgáfinu, en allavega í Dauði ekósins snýst í rauninu bara að deyja sjálfinu. Ég þýddi bókina Leyndarmálið á sínum tíma og ég vísa í hana í bókinu og ég er að tala bara í rauninu hugarfarið og hversu mikilvægt er að hafa rétt hugarfar, en mér fannst vanta Guð svolítið í þetta hugarfar. Það er ekki nóg að vera bara hugsa bara ég ætla að eignast þetta og eignast heiminn eða gera þetta og ég ætla að þetta rætast allt þetta. Það er sjálfur sér góðu lagi að
að vera með plön og markmið og allt þetta, þú veist, bara með þeir í kærleika og guðandlega kærleikur, en mér fannst vanta svona einhvern veginn að kynna mér að Guð til sögunar. Að hver það sem á hann heim ætti að eiga hana heim og stjórnar stjórnar í rauninni miklu leyti. Og það sem ég geri, ég fer bara að skrifa hver mér finnst Guð vera. Ég tala að hann sé orka, ég fer inn á bara skammtafræði og bara klif niður í rauninni, bara hugsunna niður bara í atóm og útskýri bara hvernig ég kynnist Guði. Það gerist 1999 eftir að mamma mín dó. Þá ég var bara eins og allir aðrir bara, þú veist, allir Guð sé til, ég veit það ekki, ég bara, þú veist, held að hann bara mitt líf, bara ég mætti. Og svo ákvað ég að skrifa bréf í huganum, skrifa bara, ertu til Guð? Okay. Og ég svona rúlla því upp og setja á bara hvíta dúfu og í huganum bara sleppi einu svona upp í bara í loftið og ég með loka augun, en ég á sama tíma ég bara grátandi, mamma mín var dáið og það var svolítið svona ég var líka búin að skilja við barnsföður minn og það var allt einhvern veginn bara, ég vissi ekki alveg út af hvaða lífið gengur og svona svolítið, svolítið erfitt og ég bara einbeiti mér alveg að senda þessa dúfu lengst og þetta var alveg smá tíma sko. Þá geti allt í henni kemur bara eins og sprengja bara, alveg bara orku sprengja, það kemur bara inn í mig og bara fullir líkamanum minn fannst mig, bara eins og hann túknaði út bara og bara Guð að láta mig vita að hann sé til og þetta var ekkert smá svar sko og ég fyllist bara, það kemur svona kærleikur, það kemur bara alveg fyllir mig alla og ég fæ bara svona eins og skilja bara já, ég er til og ég þekki þig rosalega vel og bara bara elska þig rosalega vel saman hvað þú gert og sagt og bara, þú veist, já, það ertu bara barnið mitt og ég fæ líka þau skilaboð að Guð elskar alla í heiminum alveg rosalega mikið og það bara sem mér finnst lagt á mitt hjarta að segja öðrum frá, bara hversu mikið Guð elskar þig bara og bara alla og bara saknar okkar margra vegna þess að svo margir bara bæði orðnir afhuga honum út af heiminum í dag og líka bara hefur ekki verið kennt að þú veist, það sé kannski, Guð sé kannski til. Það eiginlega bara svo margt sem verið að segja manni öfugt sko, hann sé bara ekki til og frá barnaskap. Alltaf nú þetta bara eitthvað sem ég tek með mér bara út í lífið og segja mörgum frá bara og þannig hefst svolítið svona mín trú að ganga. Og svo bara kristallast það í bókinni þegar ég fyrir að segja þessa sögu og fyrir að segja fólki bara hvernig ég upplifa hann. Og já, í íslensku útgáfunni þá ég í rauninni bara að tala þessa, þú veist bara, ég að tala þessa góðu orku sem Guð og hversu mikið við eigum að vera í því hugar fari. Og ég kallast ávextir andans í rauninni eins og sagt í Biblíunni. Þá það bara allt þetta góða, bara jákvæðni, kærleikur og umburðarlyndi, fyrirgefning, hlátur, gleði, þú veist, allt þetta ávextir andans. Og það tengist hugarfarinu og það að hugsa jákvætt og hugsa bara, mér þykir vænt þig og ákvað þetta fallegt borð og fallegt hús og þá bara með tímanum þá bara verður þetta svona automatist, þetta verður bara hluta af manns karakter að vera bara góð manneskja. Þannig þetta svona eins og, já, svona maður að endurforrita hugan. En svo til annað hugafar og það sem ég lýsi í bókinni sem í rauninni bara slæma hugafari. Það bara þessi neikvæðni, þessi gagnrýni, þetta niðurrif, hatur í rauninni bara og það bara þú veist, þá bara akkurat ég minnst þetta borð eitthvað, ég reyna að finna eitthvað neikvætt í það, veist, og bara lífið mitt og lífið þitt og skilurðu, og sama hvað einhver gerir, þú veist, þá bara ætla ég ekki að vera þakklátt fyrir það, ég ætla að finna eitthvað að því og svona og jafnvel þá maður fá kannski eitthvað starf upp í hendurna sem bara frábært aðeinslegt og þá bara hugarfarið þannig að maður bara, þú veist, þetta ekki nóg, skilurðu,
þannig að það er, þú veist, það hugafar. Þannig að ég svona í bókinni að bara benda á það þegar að ég var sjálf í þessu ranga hugafari og það hefur afleiðingar að þegar maður til dæmis eins og þá kem ég inn á eiginlega bara mikilvægasta punktinn sem er í bókinni og það er óttinn. Það er sérst ranga hugafari að það er að vera í ótta og það talaði að mörg sem í biblíunni að maður eigi að umfram allt bara að forðast ótta og vernda hjarta sitt fyrir því og það er það sem ég segi að bara að fólk þurfi að hætta að óttast svona mikið og tengist líka 2020 þá fór ég bara alveg í gang sko og bara vara fólk við að vera ekki svona hrætt sko. Því ég er líka fjölmiðlafræðingur og hef krufið fjölmiðla og veit bara hvernig óttastjórnun getur verið bara kerfisbundin í fjölmiðlum. Pólitískt líka? Pólitískt líka, algjörlega. Og tengist valdbeitingu og það er sem ég tala líka í bókinni er að þegar þú hefur ótta í hjartanu þá er miklu auðveldara að stjórna þér og það svo líka náttúrulega partur af okkar varnarmekanismi er ótti að því við erum í eðli okkar flea animals við hlaupum frá eins og hestar og það er það sem er að drepa nútímamannin allan í vestrænum heimi og það er náttúrulega beintenging milli sko kortisóls og hjartasjúkdóma að því þú nefndir bæði sko óttan og hjarta sko. Það er fight, flight eða ótt, það getur verið flótti og líka berjast en þetta er það sem ég einmitt segi frá líka er að þetta tengist reptilíska huganum sem er bara svona eins og lítill hluti af heilanum okkar og tengist þessum frumþörfum okkar. Það er bara að komast af í lífinu og það eru rosalega margir sem að bara hugsa með þeim heila og komast ekki út úr því. Það er bara ég ætla að bjarga mér og þú skiptir ekki máli að þitt og þínir og bara ég ætla bara að lifa af og það tengist óttanum og það er bara að vera í þessari sjálfsberga viðleitni sem kallað sumura en samt er þetta svo mikið að þegar þetta verður bara ég, allir heiminn, allir eru bara að hugsa sjálfa sig þá erum við ekki í harmoníu að þess að við eigum nefnilega að vera að því við erum öll tengd og það er sem ég segi líka í bókinni er að í andlega heiminu þá er þetta bara eitt sjór, eitt flæði og við bara tengjumst öll og það og þó við sjáum ekki með augunum þá þú veist, er það samt raunveruleikinn og það er ekki hægt til lengdar að vera alltaf bara ég ætla bara að hugsa mig og mína og ekki hugsa það þannig að það bara maður græðir ekkert á því. Það er kannski bara óttinn í sjálfu sér. Það er óttinn, algjörlega. Veist, egoið tútnar út. Já. Ég oft sagt að þeir sem garga hæðst, kjósi mig, er akkurat fólki sem ekki fara í frambóð. Já, það er góð teóría. Því egoið fara að þvælast fyrir, sko. Já, eða þeir sem eru bara alltaf hyggla einhverju fámennum hóp eða sjálfu sér og raka til sín völdum og peningum. Það er kannski ekki fólki sem er í stakk búið að taka ákvarðanir fyrir fjöldum. Já, það er líka partur af óttanum er það að eiga nóg og við náttúrulega Íslendingar eiga skeggja. Náttúrulega forfeður okkar voru bláfátækir og það er náttúrulega ákveðið afrek út af fyrir sig að það hefur verið fólk búandi á þessari eyju í 1200 ár, haldaðir í dag, 1300 ár jafnvel. Og við náðum á 1300 árum að verða 300.000, það segir nú allt kannski hvað þetta var harðbýlt og erfitt uppkomið. Þannig að þessi ótti smitar svolítið í gegnum foreldra og af og ömmu. Veist, það er ekki spurt hvort þetta hamingjusamur, það spurt er nú að gera í vinnunni. Já, akkurat. Og þarna kemur aftur að þessu survivali sem við festumst í. Og svo verður egoið húsið okkar og eignirnar okkar. Já, einmitt. Og við setjum þetta fólk á stalla jafnvel. Algjörlega. Margir sem bara, veist þess að spyrja bara, hvað gerur þau? Ekki, og veist, bara hvernig manneskja ertu, er þægilegt að vera í kringu þig, ertu með, ég sé bara góða orku, maður getur fundið það mjög fljótt. Ég stuð á fólk þegar ég spyr hvað hittir pör og ég spyr bara beint út er það hamingjusam? Það fyrir allt í vitleysu. Já, þú spyrir það þessu. Prófa þetta eitthvað. Þú sér eitthvað fólk saman, eitthvað par, skiptir ekki máli hvað kyn þau eru,
þið hamingjusamur og spyr bara einlæglega. Það fer allt í þvælu. Þú veist að tala beint í hjartað og það svo margir sem eru með loka hjarta. Og það það sem ég tala líka í bókinni að þú veist að þegar maður er með loka hjarta þá maður ekki í rétta flæðinu og maður næri ekki að tengja sig við bara Guð og kærleikann og góður hlutir þá kannski ekki alveg að flæða til manns og það líka bara í samskipti við fólk að vera með loka hjarta þá bara þetta alltaf bara yfirbúrskennd tengsl en þarna ertu bara að ráðast beint á hjartanu og segja bara hvernig líður þér í hjartanu og fólk bara, veist, þetta svona bregst átt við kannski bara, jafnvel bara með látum sko, að því að þá það bara að því að þeir sem eru koma út frá egoinu, þeir eru alltaf að verja sjálfan sig og þá þetta svo árás fyrir þeim, þú veist bara að ráðast á þig. Það eru alltaf til í fætið, sko, verið egoið sitt, sko. Já, algjörlega. Það þannig. En svo held ég að flestir klippi hér, sko, eru svona í rökhugsun, sem sagt, lif og hrærast í rökhugsun og Excel-hugsun, sem hafa lítinn aðgang niður í hjartað. Einmitt. Þannig að það meikar ekki sens að við líði illa, en svo líður mann bara samt illa. Það meikar engan sens. Já, en það líka margir sem bara ekki eins og að hugsa. Þau eru bara svo vélrænt bara í lífinu, bara fara í vinnuna og þeim finnst þeim, og ég tala líka um í bókinni, þeim finnst þeim bara þú veist, það lítur allt í lagi. Ég meina, ég með mat á borðunum og ég borga reikningana mína og þú veist, en samt þetta bara, þau tóma innan. Og það sem ég minnist það þessi tómleiki bara vöntunin á Guði, á kærleikanum inn í hjartað. Og það bara alltaf, í dag bara vantar rosalega mikið af þessu í bara hjörtu fólks og ég myndi segja að þessi bók mín mjög viðeigandi vegna þess að óttinn bara virðist að taka sér sífellt meira pláss og egóið líka þannig að það bara mín von að fólk fara að átta sig á því að það nauðsynlegt að opna hjartað og bara losa sig við þetta egó því að maður græðir ekkert á því. Svo erum við sko ekkert nema valin. Bara við tegundin Homo sapiens en uppistandandi maður. Við gerum allt út frá ótta og óöryggi. Þannig að þetta er dæmi að þú ferð inn í mötunni einhvers staðar og sest þar við eitthvað sæti svo kemur hálfmánuð seinna þá gerur það án þess að hugsa upp á. Þú ferð aftur í sæti sem þú settist í fyrst af því þú var safe þar. Og þegar allt lífið manns farið að snúast það að setjast í öruggasætið þá höfum við ekkert pláss fyrir náungan sem kannski býr í strætóskýli eða. Nei, við höfum ekki svona veltaði fyrir okkur hvernig við höfum lífið, bara okkur lífið vel og það bara nóg. Já, en við þurfum að réttlæta það fyrir okkur. Að sko ég sá þetta svo mikið að því að ég var að vinna í fíkniheiminum svo lengi. Já. Og þegar fólk var réttlæta fyrir sér að hjálpa ekki útigangsfólki, þá var stæðsta réttlætingin, þau bara gera þetta sjálfur. En það því þá þarf ég ekki að hjálpa útigangsfólki að því þeir völdu það, klárlega völdu það, að því það er val að vera fíkill. Við veljum út frá sársaukanum og tómarúminu í brjóstinu okkur og förum að fylla það með dópi eða spilakossum eða peningum eða bílum. Skiptir ekki máli. En í rauninni, ég er að summera svolítið upp sem þú ert að segja með þetta, þá gerum við þetta. En svo förum við í argumentum Guð, með svolítið flott í aðsamtökunum, Guð eins og hverju trúr hann sé. Í mínum huga þetta jákvæða, sem sagt ljósið og þetta fallega sem við eigum öll innra með okkur. Og ef ég hef ekki aðgang af þessu fallega innra með mér, þá á ég rosalega erfitt með að ganga fallega um garðinn minn og garðinn ykkar. Algjörlega. Þetta er svona common sense. Svo, eins og segja, þú veist að fólk beðið að axla, það var að tala um að þú valdir þetta og þú fórst yfir í fíkn og sérst gerði rangt og allt þetta, sem er rétt, en það er ekki horft á sögu viðkomandi, hvaðan kemur hann eða hún og hvernig var uppeldið og til þess að kannski sjá heildarmyndina eða þá heildarmynd sem að, þú veist, það er að Guð sem sér heildarmyndina en allavega sjá þetta í stærra samhengi og það er nefnilega oft, maður fljótur að rekja sig þegar maður bara skoða söguna, er að það þetta er oft bara eðlilega afleiðing, en þetta er bara afleiðing
uppeldis. Þetta eðlilega afleitt með óeðlilegt ástand. Akkurat. Það svolítið þannig. Og kannski fólk hefur bara alist upp við ástleysi í bernsku og einhver sem að segja þeim alltaf þú ert ekki nógu góð eða góður og bara nota orðið svo bara mikið eitthvað skilur til þess að rífa fólk niður. Þá verður þetta sjálfsmyndin og fólk fer svo bara að staða til lífið og fer að hugsa þetta fyrst og fremst og svo fer það bara að hafa sér í samræmi við þessa mynd sem þeim var bara gefin í æsku. Nákvæmlega og svo festust við í birtingamynd ástandsins. Já, akkurat. Við horfum á fréttir og við erum alltaf að tala um birtingamyndina. Já, einmitt. Fullu gæi keyrði á ljósastaur og við erum segjum alveg bara Jesús minn, hvað fullu gæi að keyra? Já, einmitt. En það aldrei spurt, hver fullu gæi? Já, hvað kom fyrir? Akkur hann fullur undir stýr, akkur valdana, það setja, neskilur upp? Já, akkurat. Það nákvæmlega sem þú ert að segja. Í upphafi skal endinn skoða. Já. Og þetta löngu byrjað á hann að verða fíkill. Þetta byrjað bara mjög snemma. Algjörlega. Ráma til dæmis. Einmitt. Og það getur jafnvel verið bara, eins og ég tala bara, þetta getur verið bara jafnvel áður en þú fæðist, af því að það líka bara stríð hafa áhrif á bara komandi kynslóðir, af því það ákveðið samskiptamynstur sem heldur áfram. Bara fólk sem bara í einhverju sjálfsbjargar viðleitni bara í óttanum og þau bara smita börnin sín áfram næstu kynslóðir og en ég tala þarna að það hægt að brjótast út úr þessu bara leið að maður meðvitaður þetta tómarum og það að með því að breyta hugarfarinu og vera bara í ávöxtum andans þá maður komin bara í tengingu við Guðlega og með tímanum þegar maður bara heldur áfram bara stöðugt og lætur ekki, þú veist, bara neitt trufla sig í rauninni, þá maður bara hægt og rólega búin að breyta sjálfum sér. Þannig að þegar það kemur upp eitthvað átök eða eitthvað erfitt, þá maður farin að höndla allt öðruvísi. Í staðin fyrir kannski eins og sumir kannski grípa bara í flöskuna eða ég veit ekki, fara bara í eiturlyf og eitthvað svona, þá maður bara eða mat, já, þá þetta ekki lengur af því að maður búin að fylla þetta tómarum, þú veist, maður ekki að fara að fylla með einhverju víni og með að deyfa sig og svona skilur, heldur maður bara með kærleikan og og ég segi bara þetta virkar og Fyrir ekki að smá truflun hérna? Já, 2 keisur. Þetta þess að dúfus. Já, ætilega. Og hann hættir ekki að væla hann fyrir hann að fara athygli. Já. Gjör svo vel. Já. Hittu Dóru. Mánan eða eitthvað? Nei, ég með 2 keisur sko. En þetta sem ég kemur að helsa því að ágönnum ekki grút. En það nefnilega málið, það sem við erum að tala nákvæmlega og bókið þín summerar þetta svolítið upp, þín reynsluheimur af þessu ferðalagi. Já, þannig ég tek bara aðskils bara atburði úr mínu lífi til að sýna fram á mitt hugafar og ég líka svolítið að varpa fram bara svona alvarlegum atburðum í rauninni, af því að þetta ekki bara svona samskiptilega að segja þar sem að maður í rauninni eðluga fyrir sig með að hugsa neikvætt í sín og annara, heldur getur maður líka verið svo mikið í óttanum að maður bara framkallar það í lífinu og ef maður að hafa áhyggjur af bara eitthvað komið fyrir og þá bara getur maður í rauninni bara skapa það þannig aðstæður bara, og ég hef séð það bara sjálf ég skynni sko að það sem að mikilvægt að hugsa rétt til þess að það bara kom ekki eitthvað slæmt fyrir en svo það annað líka eftir því sem þú fyllir bara hjarta þetta meira ljósi sem að Guð líka það ljós og kærleikur því bara hættulegri verður þú heiminum að því heimurinn í dag og það sem ég tala í ensku útgáfunni að það gerist ákveðin atburði fyrir mig 7. júlí í fyrra 2022 sem að auðvitað að ég ákvað að breyta bókinu minni og þess að segja ég tala í íslensku útgáfunni þá ég tala Guð og kærleikan og ég tala bara í raunum óttan hversu hættulegur hann en ég gef óttanum nafn og öllum þessari leiðilegu orku nafn sem allir þekkja, en mjög hættulegt að nefna og það Satan og já,
og það, já, gerðist bara mjög slæmir atburðir fyrir mig þegar ég, Þú mátt segja Guð en ekki Satan. Þú mátt segja Guð, en í dag jafnvel hættulegt að segja Guð, vegna þess að það hefur bara ákveðna, það er bara svona, eins og ég segi í bókinni, orð hafa áhrif, já, og það er bara svona, hvað maður að segja, ákveðin tíðni sem að orð eru á og bara þú ert að hafa áhrif á tíðina í herberginu, í salnum, ef þú bara þarf að tala Guð og kærleikann og allt þetta. Og Satan trigger orð fyrir marga. Og sérstaklega ef maður segir víkburt Satan, þá er maður í rauninni að segja orkunni sem að kannski til staðar í herberginu, í salnum, að fara, bara burt með þig. Og þannig að ljósi getur komið inn. En það hefur bara rosalega afleiðingar. Hvað? Gerður þetta og það var afleiðing af þessu? Já. Hvernig kom þetta til? Já, sko fyrst langum að segja ég ætla að vera stutt orðin ég var sérst að vinna í fangelsinu á Eyrarbakka og gekk bara mjög vel og ég var bara að ganga í rauninni bara með Guði bara í mínu starfi og ég snabba hvorki upp á við niður á við og var bara góð við alla og bara leta starfsfólki bara sem vinnu mína og líka fangana sem bara rauninni gesti í bara á þessum stað og allavega það gerist eitthvað, ég veit ekki hvað kemur fyrir það líður yfir mig í vinnunni á bara búið að ganga mjög vel og allt þetta og það líður yfir mig og ég fæ að fara heim ég hjóla bara heim bjóð þannig á Eyrarbakka og 2 tímum síðar þá bankaði lögreglan upp á hjá mér lögreglumaður og lögreglukona og þau spyrja mig hvort það einhver upp að koma í fangelsinu eða hvort ég inn í fangelsinu og ég segi já og spyrja hvort það var upp að koma og ég segi að það leiði og ég fekk að fara heim og þá segir lögreglukonan heitir þú Elín og ég segi bara nei, ég heiti Halldóra og þá hélt ég bara að það var búið og þá grípur lögreglumaðurinn í hurðina og segir viltu koma inn og út og ætlum að taka þér skýrslu og ég segi bara ég heiti ekki Halldóra og ég bara byrja að taka í hurðina á móti og hann byrja bara að rífa í hurðina á móti mér og ég þurfti bara að taka með báðum höndum og ég segi bara hvað er þetta eiginlega, ég heiti ekki Halldóra og loka hurðinni og svo bara stóði þarna fyrir utan og ég hugsaði bara hvað er í gangi bara já, what, þú veist, allavega þau fara svo og í millitíðin hafði ég fengið símtal frá starfsmannastjóra sem segir að það sé ekkert mála, ég geti bara verið heima fram á mánudag og hlaust þannig að ég ekkert að fara neitt í vinnuna, þetta gerist bara meira viku og svo það bara helgina 17. júlí, 16. júlí þá svo bara ég bara missi úr dag eða sólarhring, ég veit ekki hvað en svo eftir að fór ég að hugsa líka, það hefur oft komið fyrir að maður bara ruglast á tímasetningu, maður mætir á fund á villinsum tíma, maður bara, ég hélt þetta væri, þú veist, 3:30 eða 4:30 eða eitthvað og eða maður mætir í vinnun á laugardegi, þú veist, hver ekki lent í því? Ég hef lent í því. Já, ég hef lent í því, og bara enginn, og já, allavega ég missi af barnaafmæli og barnabarnsins míns og það sem gerist að dóttir mín kemur með vinkonu sinni og ég bara rosa hissa að sjá það, ég bara að ég til á laugardegi heima hjá mér, búin að taka til bara og ég bara fá mér kaffi og sonur minn var nýkominn heim frá pappa sínum já, þá var það líka, hann kom heim frá pappa sínum og ég segi við hann, hvað, rosa þetta snemma og ég sagði ekki kemur á laugardegi en allan í mínu ég bara, hvað snemma þannig að ég var ekki svona að fatta það þá og dóttir mín fyrir að spyrja mig bara hvort ég sé ekki í lagi og ég segi bara jú, allt í lagi og mér finnst hún líka rosa skrítin þannig að ég bara, er ekki allt í lagi að þér, ég meina og ég fyrir að segja bara að ég var svo vissum að lögða bara að það kom ekki, það var sunnudagur, já, það var sunnudagur og það kom ekki strax upp einhvern veginn, þannig að það myndaðist eitthvað svona misskilningur okkar á milli og ég fyrir að hugsa bara hvað skrítið eitthvað og ég segi bara við hana
til ég að segja mig hver þetta hérna á myndinni hérna, ég ætla aðeins að hérna bara fá þetta hreint. Það var sérst mynd í hillunni hjá mér á barnabarninu og dóttir mín vill ekki gefa mér nafnið og ég segi bara, akkur getur ekki sagt nafnið hennar, hérna, til að segja nafnið hennar og hún bara, veist, já, og þá hérna, já, þá segi ég hinn fleiguorð eða fræguorð að hérna, vík burt Satan, að því ég að segja orkunni að fara, hérna, já. Upplifur að væri svo mikið neikvæð orka? Já, það var mjög neikvæð orka, og hérna, en það var ekkert eitthvað, þú veist, við vorum ekkert að rífast eða neitt svoleiðis, en það var bara, já, en þetta svona kannski, ég veit ekki, kannski kristneska yfir að segja eitthvað, þú veist, en að við segjum Guð blessi þig. Nei, burt með þig, eða bara, já, eitthvað leiðilegt, sko. Allavega, ég sagði þetta og þetta það eina sem ég segi. En það ástæða til þess að ég veit ekki, gera eitthvað annað. Allavega, það sem gerist að hún hringir þá væntanlega í neðarlínuna, en lögreglan kemur. Aftur? Já, sérst aftur, já. Að hérna, já, og kemur þá þarna helgina. Og ég skil það ekki, ég meina ef að segjum að segja eitthvað að mér, eitthvað, þú veist, ég fekk heilablóðfall eða eitthvað eitra fyrir mér eða guð má vita hvað, ekki hringt á lækni, ég myndi halda það, en það kom engin læknir. Ég sá það seinna að það var eitthvað sjúkrabíll sem kom, en það var engin læknis kom inn í húsið og ég hitti engan lækni. Allavega lögreglan kemur og ég bara þrammar inn á heimilið mitt, fyrsta lagi spyr ekki hvort þú megi koma inn. Hún labbaði bara inn? Já, rífur bara friðhelgi einkalífsins, sem ákveðin regla. Ég var ekki búin að bjóða þeim inn að koma inn. Og það eru bara fjóra-fimm lögreglumenn og konur sem koma frá Selfossi. Þetta það umdæmi. Inn í íbúðina? Já, og standa bara hérna yfir mér og ég bara með kaffibollan og dóttir mín fer þá með bróður sinn í burtu og ég segi bara við þá, hvað þið að gera hér? Ég hef ekki gert neitt af mér, ég hef ekki brotið neinn lög og ég segi, vil ég vinsalist fara? Þú veist, það allt í lagi með mig og ég fyrir að útskýra þetta sem ég var að segja á hana og já, bara þið eru ekki með henni ákæru og þá eigið bara að fara, nema þeir fara ekki og standa þarna yfir mér alveg heil lengi. Ég ákvað svo bara, og ég segi allt þetta í ensku, ég segi sögunum minni í ensku bókinni, en mér finnst líka bara gott að segja frá þessu bara í viðtalinu þannig að fólk viti bara hvað kom fyrir, bara mín hlið, af því hún kemur hvergi fyrir í neinu skýrslu með neitt svoleiðis. Og allavega ég hugsa með mér bara eftir eitthvað hálftíma eða eitthvað, því að ég skil ekki okkur þeir eru ekki að fara. Þeir eru að spyrja bara eitthvað eins og kísunum mínar og ég svara því og veðrið og ég svara því, en ég er alltaf að biðja að fara. Og ég hef ekki brotið neitt af mér og allavega ég stend upp og fer bara í útskona og ætla svo bara og úlpuna og ætla bara að fara út, fer út eldhúsmegin sem er bakdyramegin og þeir lögreglumennum koma eftir mér og ýta mér inn í húsið aftur. Já, og þannig að skerða ferðafrelsi mitt og ég þarna reiðist það bara fauk í mig og ég segi bara hvað er ég ekki frjáls manneskja, ég hlýta mig að fara, ég hef ekki gert neitt og ég fer þá bara... Gáðu þér engar upplýsingar á hvar þú ferðin? Nei, engar upplýsingar og bara ýta mér inn í húsið já, og ég fer þá bara yfir hinum megin þessum aðlingangurinn, gríp bíllyklana og ætla bara að fara og þegar ég er búin að opna hurðina þá kemur einn bara lögreglumaður að mér og hann þrífur í mig bara í vinstri handlegg og bara heldur mig fastri og ég er eitthvað að reyna að losa mig og segi bara við hann og bara hvað er í gangi og þú veist bara, þú veist, ég má fara og og hann rífur úlpuna mína á öxlinni og heldur mig það fast bara, þú veist, að ég fer að verka í handlegginn og þannig að ég bara, þú veist, hætti náttúrulega að reyna að losna og hann bara tók mig aftur inn í húsið. Já, og það sem gerir svo næst að svo kemur bara, þetta er algjör sirkus, svo kemur barnavernd, eitthvað fulltrúi barnavernd líka inn í húsið og barnið mitt farið, svona minna, hann gamall þetta? Hann var 8 ára
að verða 9 ára og já, kemur alltaf inn til starfsmann og ég bara, hvað í gangi? En það kom engin læknir. 6-8 löggur og barnaverndarstarfsmann. Já. Inn á heimilið. Inn á heimilið mitt. Og þú veist ekkert út af hvað það gengur? Nei, ekki neitt. Nema það að ég segi aftur við lögreglumanninn og þetta var eitthvað áður en að þessi barnaverndarstarfsmann kemur. Þá segi ég við hann, sama og ég sagði við dóttur minni, Vígbjörn Satan. Og hann fer ekki eftir, eða það fer enginn og ekkert það. Allavega, þegar að barnaverndarfulltrúinn búinn að koma, ég bara segi mjög lítið þarna, ég bara hvað rugl í gangi og því að ég í rauninni bara bíð eftir að þau fari, því að þau segja ekkert til að útskýra fyrir mér af hverju þarna og hvers vegna þau fari ekki og allt þetta, þannig að já, segi ekki neitt. Og allt í einu fær einn lögreglumaður símtal, þar sem hann virðist fá einhverjar fyrirskipanir og hann ásamt 3 öðrum lögreglumönnum kemur að mér og þeir taka mig upp á höndum og fótum inn á heimilinu mínu. What? Já, og bera mig út eins og bara eitthvað grís eða lamb og leið til slátrunar. Halda mér þannig út úr húsinu. Ég var ekkert að byrja þeim að koma? Nei, ekki beðið þeim að koma, nei, og ekki heldur, ég var ekkert að með nein uppsteitt, ekki neitt. Ég var bara svona, ok, þú veist, hvað í gangi hérna? Ég veit ekki hvort ég sagði, nei, ég held ég hef ekki verið farin að tengja þarna að þetta getur verið út á bókinu manni. Allavega að halda á mér svona, bara út úr húsinu og að hliðinu, það sem það sérst og nágrannum minn bara þarna eitthvað út í garði, snirta limgerði eða eitthvað, ég veit ekki hvað hann var að gera, verði vitt með þessu líka, sem náttúrulega bara þvílík skömm og hneisa fyrir mig og já, umlegt. Og þau leiða mig svo á sikurum handlegg bara inn í lögreglubifreið. Og það þá sem ég sé þarna það eitthvað sjúkrabifreið að hliðina en enginn, ég sá engan sjúkraflugsstarfsmann, ég sá engan lækni eða neitt svoleiðis. Og já, inn í lögreglubifreið og það sem mér finnst lógískt að þau hefðu átt að keyra mig, þetta var karl og kona, hefðu átt að keyra mig inn á Selfoss, þetta var lögreglum og væntanlega hefðu átt að fara með mig inn á spítalann á Selfossi. En mér finnst það lógískt, ég er ekki búin að brjóta inn í lög, ekkert svoleiðis. Nei, þau keyra mig alla leið til Reykjavíkur og fara með mig á Landspítalann í Fossvogi og þar er ég bara sett inn á eitthvað svona eins og herbergi, svona ég veit ekki hvað, þetta er svona eins og stofa, sjónvarp og allt þetta. Biðstofa, já, en svona eins og fyrir aðstandendur og þar er mér boðið eitthvað að drekka og borða og eftir eitthvað tíma þá þigg ég það. Og þau mér þess að koma þannig fljótlega eftir kemur, trilluðu þau inn þessa stofu með eitthvað svona borð, læknaborð, með fullt af sprautum í og eitthvað rugli. Og ég segi strax bara, enga sprautu fyrir mig, ég tek engin lyf og vil ég bara gjöra svolítið fara með þetta. Þannig þau fóru með þetta tilbaka og bara gjörsamlega út í hött. Varstu æst? Varstu með leiðindi? Já, ég var náttúrulega bara, eins og bara núna, bara ósátt. Nei, ég er bara mjög róleg manneskja eðlisfari. Það gekk ekki út á það að þú væri stjórnlaus í munninum eða? Alls ekki, ég var ekki einhverju geðrofi eins og það er búið að ljúga upp á mig. Var það grunnurinn bak við þetta allt saman að þú væri í geðrofi? Það var svo sett á skýrslu að já, eitthvað svona geðráðseinkenni eða ég veit ekki hvað sem búið út í hött og þá komum við að því er að nóttina þá bara koma þau allt inn bara með einhverja sprautur og þau sprauta mig ég sit bara í sófanum 2 sprautur í þennan handlegg og svo bara 2 sprautur í þennan handlegg. Hugsaðu, 4 sprautur. En leyfðirðu þeim að gera það? Í fyrsta lagi, hvað átti ég að gera? Ég meina ég barðist ekki á hæl og hnakka, ég gaf þetta bara Guði og þannig að ég var eiginlega bara, ég bara trús ekki að þetta sé að gera og Útskýrðu ekkert hvað efni þetta voru eða neitt? Nei, þau voru ekkert útskýrað neitt fyrir mér ekki neitt bara, og bara taka bara hendina og ég bara, og
það sem gerist þegar ég bara, leið og ég búin að fá þessar 4 sprautur, þá byrja ég að stíplast upp í nefinu og ég bara svona, finn bara, ég get ekki anda og ég bara svona nefnvald segir bara, strax bara, ég get ekki anda með nefinu, ég finn bara, þú veist, hvað voru að gefa mér og svo segi ég bara við þig, góð, þeir eitthvað, að ég finn bara líka að það svo bara, já, ég veit ekki hvað, þegar hálsinn bara, ég ekki að fá súrefni og ég segi bara, síðast sem ég segi, bara, góð, þeir klikkuð, þeir bara reyna að drepa mig og það ekki í lagi með ykkur og svo bara missi ég meðvitund. Og þetta bara út? Þetta bara út. Næsta dag vakna ég á bráðavaktinni eða bráðavaktinni. Ég var sem gjörgæslunni á bráðavaktin, og það bara enginn inni í þessu herbergi og ég ennþá fullt klædd í úlpunum minni og í peysunum minni og bara fullt klædd og nema ég með æðalegg sem hefur verið notaður, það blóð og allt í þessum hægri handlegg. Og það kemur enginn tíminn til að útskýra fyrir mér hvað kom fyrir og Þannig þú fékkst aldrei neina útskýringar fram að þessum punkti? Aldrei neina útskýringar, hvað við verið að gera, hvers vegna voru að gefa mér þessar sprautur og hvað kom fyrir og allt þetta. Nefnum allt í henni kemur bara eitthvað sjúkrastarfsmaður, dagklæddur maður og segir við mig bara, þú þarfst að koma með mér. Og þetta mjög, ekki í mínum karakter. Ég var, eins og ég segi, 2020 var ég bara mjög kjarnyrgt á Facebook og var að segja bara í rauninu hvað mér fannst ástandið og ég til dæmis vildi ekki bera grímu og forðaðist að alveg bara fara á þá staði þar sem það var grímskylda og allavega að ég Var það þetta allt í gangi líka þá? Nei, þetta gerist 2022. Já, ég bara svona útskýra minn karakter, hann segir bara við mig að þú komið mér, en mín svona venjulega svona persóna myndi segja bara, af hverju, nei, ég ætla að fara heim, þú veist, bara, góð, hvað kom fyrir mig, má ég fá svör, hvað er í gangi, hvað er læknar, hjúkrunarfræðingar, kom enginn svoleiðis, starfsmaður, allavega, ég bara fer fram úr þessu rúmi eins og bara eitthvað vélmenni og elti þennan starfsmann og hann fer með mig bara upp í sjúkrabifreið, fyrst svona ævinni sem ég fer upp í sjúkrabifreið og ég sest bara þar og svo keyri bara bíllinn yfir á Landspítalann við Eiríksgötu og þar fyrir utan réttir hann með grímu þessi starfsmaður sjúkraflutningamaður væntanlega og ég tek bara grímuna og ég set hana bara svona á mig eins og ég sé bara eitthvað velmenni og inni mér þá ég bara, guð minn góður, það er búið að gefa mér eitthvað lyf ég hlýði bara, og kannski var eitthvað í matnum sem ég fekk hann á kvöldi áður, þannig að ég bara gerði ekki neitt. Þannig að þú búið að sprauta þig fullt af lyfjum? Nei, ég meina til þess að því að þegar það sprauta mig, þá bara, þú veist, ég barðist ekki skilurðu, ég bara svona mín ályktun, ég veit það ekki, að því að það búið að bjóða mér eitthvað að gefa eitthvað að drekka og borða fyrir kvöldi. Allavega ég hugsa bara, þú veist, þetta er hrikalegt maður, þú veist, þetta ekki ég sko og ég skulle bara setja mig grímu. Svo fylgi ég honum bara eins og bara einhver leysli inn á upp á næstu hæð og þá sé ég bara eitthvað geðsvið Landspítalans. Ég bara, ok, minn góður, ég hugsa bara nú bara búið að taka mig og ég veit af hverju og það út af bókinni og það var í rauninni ekki, sko, ég var svona í Landspítalanum í Fossvogi, þá var ég meira sko, fór ég verið að vera tekin fyrir að segja bara vígburt Satan, þú veist, góður, það er bara... Ég held að öllum sé lofalagt að mega segja það. Já, ég held það, ég meina, þú veist, ef ég segi bara vígburt Mummi eða vígburt Dóra, þú veist, það hringir enginn á lögregluna, en ég meina, á að hringja á lögregluna ef maður segir vígburt Satan. Já, ég veist ekki að það væri svona hættulegt. En ég sá það, með tímanum fór ég að sjá það, hversu hættulegt það er. Var það stóra setningin, vígburt Satan og allt fór eitthvað inn á fólk? Það fór allt í gang, já. Wow. Já, nákvæmlega. Allavega, ég allt í einu bara föst inn á þessu geðsviði, þessari deild og það kemur einhver erlendur læknir, Astrid, Eitrún, man ekki eftir nafni, og hún rétti mér úrskurð frá sýslumanni í Reykjavík.
í fyrsta lagi, hvað var ég að gera hérna á Landspítalanum Fossvogi, til hvers var að fara lögreglan fara með mig úr einu umdæmi yfir í annað umdæmi og allt í einu komið með eitthvað úrskurð frá sýslumanni Reykjavík, ég veit ekki, ég er ekki löglærð sko, en ég veit ekki akkur það og þá á ég að vera þarna í einhverja 10 daga. Það búið að svifta þig? Já, væntanlega, en ég sá það ekki í þessum úrskurði, það staði bara að ég verið búið að svifta þig bara þá sjálfræði, hugsaði þér, það er bara hægt að gera þetta fyrir að segja víkbart satan. Og það hefur aldrei verið rætt við þig þessi svifting í öllu þessu ferli? Nei. Aldrei orðið svifting komið til umræðu? Nei. Þetta er crazy. Algjörlega út í hött bara, og mér er náttúrulega bara, ég fallast hendur þarna og ég byrði, og ég byrði bara dóttur mína og tengdasonum að hjálpa mér að bara komast út og lesa. En ég hef sábætið lögfræðingarna, Gísla Tryggvason, sem að fer bara strax í málið og kæri þessa niðurstöðu sem er send til Landsréttar og það pingar svo yfir í Héraðsdóm Suðurlands. Ég veit ekki alveg akkur, eins og segi, veit ekki akkur það fór þangað ef þetta var úrskurður í en já, skiptir ekki máli, kannski. Já, ég veit ekki. Allan að hafa fullt af skrýtnum hlutum í allir þessum úrskurðum og í talningi læknaskýrslunar, þvílíkt bull og vitleysa. En þessi Astrid læknir ákveður svo að færa mig úr aðra deild sem að mér sýnist svo seinna að sé bara maximum, sko. Því það er maximum security. Já, eitthvað svoleiðis. Ég setti inn eitthvað herbergi, það sem er með 2-földu gleri, eitthvað svona styrtarplast eitthvað svoleiðis og það er ekkert loft sem kemur inn, það er bara eitthvað göt neðst á plastinu, þykkt plast utan á og þú getur opnað gluggan eitthvað aðeins efst en það var bilað, þannig að ég gat ekki fengið neitt loft. Var þetta einsmanns herbergi bara? Já, það var bara einsmanns herbergi og mér er bannað að fara út Úr af herberginu? Nei, af deildinni í gönguferð, allir hinir sem voru þarna, máttu fara gönguferð, fara í búð og bókasafn og bíó, allan, máttu fara bara, það sem við báðum, fóru bara með fylgdamann eitthvað leys, ég mátti ekki fara neitt svona. Ég mátti fara í lokaðan garð á spítalanum. Sem er bara mannréttindabrot og ég sagði Gísla frá þessu. Allavega málum þetta pingar yfir í hérað, Héraðsdóm Suðurlands og sem ég þarf að koma og presentera mál mitt til að gera langsögu stutta. Allavega ég fer með Gísla og ég fer með einhver starfsmann frá spítalanum því að þú mátt ekki fara, ég mátt ekki fara neitt eitthvað einn, sko. Ég er bara fangi. Þannig að þú þurftur að starfsmann að geðdeild með þér inn í réttasalinn. Þannig að það líti strax svo svolítið út. Já, hugsaðu þér, alveg hrikalegt. Það er bara búið að algjörlega, og ekki bara svifta mig sjálfur, þetta er bara mannorðsmorð, algjört, og hann kippa undan mann í fótunum. Allavega þegar við komum í Héraðsdóm Suðurlands, þá bara segi ég bara frá minni hlið og ég segi bara það er allt í lagi með mig og er bara eins og ég er núna og Gísli segi bara eftir að mér fannst það bara ganga vel og ég er bara mjög vongóður, ég segi það nú ekki alltaf en ég er bara mjög vongóður og 2 tímum síðar þá er ég komin aftur í því að ég þurfti að fara aftur inn á deild og guð mig góður hvað ég grét mikið maður að þurfa að fara aftur hérna inn ég bara það var rosalega erfitt. Og 2 tímum síðar þá kemur bara niðurstaða að þeir eru ekki bara búin að staðfesta, þeir eru búin að bæta við 3 mánuðum. Við sviftingu? Já, það sem ég glemdi að bæta við þetta var 10 dagar sem breytist yfir í heilan mánuð og svo bættu við 3 mánuðum. Það er löng saga, sko. Sem varst bara svift sjálfræði? Já. Þannig er ég búin að vera ykkur 3 vikur. Fékkstu aldrei upplýsingar hver sótti málið upprunnilega? Þetta er bara saksóknari. Nei, ég meina, voru það vinnufélagar á Litlahrauni? Nei, það var ekkert. Var þetta fjölskyldan þín? Akkurat, nei. Vinir þínir? Góð spurning, ég er nefnilega ekki einmitt hver fór fram á sviftingu. Það virðist bara sem að þetta sérfræðingaveldi sé ansi stórt, sko, og getur bara svift fólk bara með einhverju skýrslu
hann ef maður segir rangar hluti og að þá hægt bara að búa til fabrikar eitthvað hann og þá bara hægt að svipta mann sjálfræði. Allavega það sem gerist þarna eftir á, það ég búin að vera 3 vikur og þeir eru búin að staðfesta 3 mánuði og ég bara, guður, þeir ætla að halda mér hér núna bara, láta þetta bara rúlla og það bara að vera eyðileggja líf mitt. Ég var ekki búin að sjá son minn í 3 vikur og hann bara hjá pappa sínum og Fyrst ekki heimsóknir? Nei, jú, ég mátti fá en ég var alltaf, ég held alltaf að ég var að losna, það var líka það ég held bara að ég var að fara að losna, ég var bara með lögmann í málinu og var bara, líka þolinmóð manneskja, en ég var ekki að, og svo það líka, þú veist bara, í rauninni bara, þú veist, hvað maður segja, ég þurfti bara að takast á við þetta og það sem gerist að ég bara, ég nenni viðtalinu lækninum sem var alltaf að spyrja mig hvað gerist í aðdraganda handtökurnar og ég segi bara alltaf sama, þú veist, bara leiði yfir mig og í fangelsinu og ég veit ekki hvað, og svo bara, veit ég hvað gerist, hvort mér hafi verið byrlað einhver, ég ætla að missi úr sólarhring þessa helgi og en svo spyr ég einn daginn, spyr ég bara hvort ég megi fara og hann segi já. Þetta var einhver töfra orð því að það virtist sem ég mætti bara fara. Og þá var liðin hvað langur tími? Þetta var mánuður, ég losnaði eftir mánuð. Þannig að ég hugsa bara með mér leið og hann segi bara, það var eftir langt viðtal og hann segi bara já þú mátt fara og ég segi bara, má ég fara? Má ég fara? Ég ætla ekki þá að bíða lengi og ég fer bara strax, ég er farin bara og fer á herbergi bara allt ótið mitt og hann í poka og bara fer strax. En ég segi ég segi bara takk fyrir og allt þetta og fer og fæ að fara. Nefnum hvað ég er bara komin út. Ég er búin að vera 1,5 tíma í burtu, ég er búin að losna, 1,5 tíma síðan ég losnaði. Út af staðnum, út af deildinni? Já, ég hringi strax í lögmanninn minn og ég segi bara, ég laus. Ég bara bara láta það vita og ég er bara leiðin heim og ég veit ekki, ég ætla bara að ná í leigubíl og fá lána bílinn hjá pappa og fá keyra austur og hlust. Allan ég er bara eitthvað nýkomin austur, fekk lána bílinn og nýkomin austur þegar Gísli hringir aftur og segir, það er lögmaður hjá sveitafélaginu Árborg sem var að hafa samband mig út af þér og þá bara hljómaði þess að hann ætti bara að fara að setja í gang aftur, fara að setja aftur inn. Að svifta upp á nýtt? Já, upp á nýtt. Og hvað er lögmaður sveitafélagsins í Árborg að gera Þetta er alveg galið. Já. Veitu, hvað er bak við það? Já, hver er bak við þetta? Og ég var náttúrulega bara með vottorðið og sem að Gísli bara sendir og í leiðinni fellir hann niður málið sem var búið að kæra þetta 3 mánaða svipting, fellir það niður sem var komið inn í landsrétt. Þannig að það var svona eins og bara, málið var bara... Þannig að þetta bara þurrkaðist út þarna? Já. Og aldrei eftir á skýring? Þetta er aldrei eina útskýringu, en þarna er ég bara komin heim, bara líf mitt bara brunarústir, algjörar, en ég veit að það er út af þessari bókminni og ég gerði grein fyrir... Er það eina sem að dettur í hug? Já, ég meina, þegar ég var í Héraðsdómi Suðurlands og ég satt með lögmannum mínum móti saksóknara, hann var bara einn þá horfði ég á hann bara hvað ertu að gera mér og þá leit hann upp samviskan að naga. Þeir vissu alveg að það er allt í lagi með mig, þeir vissu hvað voru að gera. Þannig að dómskerfið það er bara í lágmarkssessi og það er hægt að véla greinilega og bara svipta fólk hægri vinstri ef ákveðnum aðilum dettur það í hug. En Gísli, gat hann aldrei rakið hver startaði málinu eða
Hver gaf orðurnar í upphafi? Já, þá það bara örugglega læknir á spítalinu væntanlega. Það komið aftur þessu sérfræðinga veldi sem að bara, eða valdi. Það bara tekið ákvörðun í einhverjum símtölum út í bæ og... Já, einhver sálfræðingur bara... Svo bara mætti löggan. Já. Við hefum bara rétt á því að fá að vera skrítin, ef við erum skrítin, þá bara megum við vera skrítin í friði. Já, en þarna greinilega bara hægt að koma inn á heimilið, það hægt að fjarlægja þig af heimilinu og bara vistaði inn á einhverju stofnun. Þetta alveg brútal saga. Já, þetta brútal, algjörlega. Þetta fylgir svo mál eftir eitthvað? Málið síðan þá ég bara búin að slökkva elda. Já. Allavega þú veist, ég bara búin að vera að jafna mig eftir að hafa bara verið svipt sjálfræðinu mínu. Ég fer strax í að setja húsum þetta sölu á Eyrarbakka, get ekki hugsað mér að vera þarna. Ég meina, hvers konar lögregla og dómskerfi þetta gera svona við mig. Ég bara góð manneskja, ég góð móðir og eins sem gerði var að skrifa bók, segja fólk frá Guði og hversu mikilvægt að fylgja honum en ekki mönnum. Og þetta eru þakkirnar. Að maskinan fór í gang og þú varst ekki umferð. Já, algjörlega. Og þannig að ég sel á Eyrarbakka, fer svo bara líka, ætla að fara í smá frí, fór til Spánar, bara í mánuð, fór smá sól og aðeins að kúpla út þessu bara hvað ég gera með líf mitt. Ég, þú veist, náttúrulega minnstu vinnuna fangelsismálastofnun af því að ég meina það er búið að handtaka mig. Ég veit ekki hvort það er að skrá en allavega þú veist búið að svipta mann og allt sko. Einhvers þar þetta skrá. Já, nákvæmlega. Þannig að það er bara búið að eyðileggja lifibrauð hans. Ég bara sel svo húsið mitt og fer svo bara í það að finna mér annað og húsnæði og svo bara búin að vera að vinna í því að klára ensku útgáfuna bókinu minn. Því ég veit að hún er svo mikilvæg. Fyrst að þetta gerist bara með íslensku útgáfuna. Það var ég náði að vekja marga með íslensku bókinu. Því ég er búin að fá fullt af skilabóðum fólki og hringdi mig, tölvupóstar, fólk sem er bara velmenntað, lögfræðingur sem hefur hringt og sendt skilabóð. Bara mjög góð bók og sem vekur mann til umhugsunar. Og hvar getur við nálgast bókina? Er hún í rafrænu formi eða er hún í kilju? Já, hún fæst sérst á bókasafninu, það er að finna hún á bókasafninu. Ég er sérst búin að leggja bara niður fyrirtæki, ég er ekki að selja, ekki með bókaútgáfu lengur. Það er bara eyðilagt allt fyrir manni, þannig að ég er ekki að fara að halda áfram með eitthvað fyrirtæki. Þannig að ég hef núna verið að gefa bara afganginn af upplæginu og svo er enska útgáfan, hún er komin bara á PDF-formi inn á heimasíðuna mína, scribe.is og svo deathoftheego.is sem hægt að lesa. Og svo er ég bara að láta að prenta út ensku útgáfuna og og ætla bara að kynna hana og vel gert. Já, takk fyrir. En í ensku útgáfunni þá segir frá því að ég var handtekinn og allar þessar sögur sem ég er búin að reifa núna. Vegna þess að hún er svo mikilvæg og því að hún sýnir eiginlega fram á það hver það er sem stjórnar sem heimi. Og það er þú veist, hitt orðið, ég segi, þú getur minnst á Guð, en svo er það hinn orkan. Það er bara því miður þannig að ég ætla bara að segja að Satan stjórnar sem heimi. Og ég meina, maður þarf ekki langan umhugsunar frest til tíma til þess að sjá að bara í hversu miklu hlekkjum við erum bara sem samfélag. Við þurfum að borga endalausa skuldir og vexti og verðbætur og líka landið bara sjálft þarf að borga einhverja mengunarkvóta og allskis gjöld, þú ert að borga í stöðum og þetta bara eykst losunar heimild í flugi. Já, það er alltaf að auka við þessa álögur á okkur og þessi heimur er ekki af Guði og það er einmitt það sem er að bara Satan, hann
vill dyljast, hann vill ekki að neitt viti, að því leið og fólk veit bara, góður, það rétt, þú veist, þetta bara, heimurinn orðin bara mjög, hvað maður segja, satanískur, þú veist, bara þarf ekki að horfa á smá Netflix, skilur við, til þess aftur því. Það ekki alveg í tísku að tala Satan, en Guð til, en Satan ekki til. Nei, en ef Guð til, þá hlýtur hitt að vera til líka. Já, við erum náttúrulega með milljarða batteri sem byggt utan eitthvað sem heitir Guð, skilur við, og hann ósýnilegur, en við finnum fyrir honum, en margir hafna þessu í rökhugsun, veist, en trúa svo kannski ástina, hún ósýnileg líka. Já, skilur við, að verða ástfangin ósýnileg, hún fær ekki útbrotið eitthvað, verða ástfangin. Nei, nákvæmlega. Og elska það jákvæðir að fallega í lífinu og ef það Guð, þá ég bara í líði með Guði, veist. Svo aftur á móti það að bara hata, það sérst hinn. Já, það hin hliðin, en það að því notar orðið Satan, sko, og þá verður allt eitthvað trigger orð, sko. Þetta trigger orð. Fólk þolir ekki að heyra það. Það strax orðið skrýtnakonan, sko. Akkurat. En eins og segja, ef að Guð til, þá hitt afli líka til. Og ég var lengi vel, þá vildi ég bara horfa, það líka hjálpa manni með að afmá óttan og hjartanu. Ég hugsa bara að þetta bara tálsýn, ég bara ímynda mér einhverja vitleysu og ég ætla að fara bara að sjá fyrir mér eitthvað gott og ég bara kærleika og öryggin og allt þetta. Þannig að það hjálpa manni. Því að fyrir suma þá bara, þú veist, þeir verða bara hræddir og þá eykst óttinn sem alls ekki sem ég vil. Það sem ég vil frekar bara að vekja fólk til vitundar bara þennan ósýnilega heim sem raunverulegur. Það allt sem byrjar þar og líkama okkar eru bara afleiðing af þessu og við sjáum ekki nema bara brotabrot af því sem að gerast. Nei, svo ef við förum í vísindin þá segir þessi allavega 18 vittir sem við sjáum ekki, skilju, þannig að við finnum fyrir vindinum en við sjáum hann ekki, en við skilju, svo ég trúi því að þetta sé allt miklu starri heldur en hér og nú og þetta dót, sko. Algjörlega, og við fáum oft svona einhver svör eins og bara eitthvað varar okkur við, bara ekki fara þarna, beygja þarna, gera þetta, hvað það? Er þetta bara eitthvað tilviljun eða eitthvað? Nei, alls ekki. Við erum með, þess að segja, erum með bara þú veist, bara engla her sem bara hjálpa okkur og leiða okkur í rétta átt og svo bara hinum einn sem verið að taldraða mann og það þessi barátta, hún raunveruleg í andaheiminum sem að tófast á bara svona þessi öfl, sko, og ef fólk veit ekki af því og það sem ég tala mikið í bókinu minni að það svo margir sem eru ómeðvitaðir, þeir bara áttast ekki á því að hugarheimurinn raunverulegur og það sem þú hugsar bara mjög raunverulegt og það stundum kemur inn bara eitthvað rosalega ljótar hugsanir og fólk bara, skilur eitthvað svona. Ég hef heyrt fólk tala þannig, bara það fengi bara eitthvað, og þá þetta árás, bara andlega árás frá einmitt heimildlæðin sem og ef fólk ekki meðvitað þetta, þá getur oft stjórnast af þessu afli og þessum hugarheim og fyrir að hugsa bara, þetta mínar hugsanir, en þegar þetta ekki þínar hugsanir og þegar maður lærir að vera svona dyravörður hugsanina, þá maður komin með ansi sterka brynju og það sem að koma fyrir mig, gerist fyrir mig að ég finn bók sem heitir A Course in Miracles og sem ég mæli með bara allir skoði og hún að hjálpa manni að endurforrita hugan og hún brýtur þetta alveg bara niður, þú veist, bara strax bara að þetta borð ekki raunverulegt. Þetta rauninni bara mólkul bara sem að tifa ákvæmni. Við skynjum það sem bara svona fast form en í rauninni þá, þú veist, í annarri vitt þetta ekki fast form og þannig að ég lærði bara að brjóta niður þessu hugsun hjá mér og endurforrita, þannig að þegar að koma eitthvað svona trigger, eins og til dæmis þessu orð sem ég var að minnast á þann og bara ýmislegt annað, einhver trigger orð svona, sem að kemur bara til eitthvað svona reiði eða eitthvað, einhver tilfinningar, leiði jafnvel eða vonbrigði eitthvað, þá gat ég bara gefið það
Jesú, ég sá bara fyrir mig bara hann taka fyrir mig, því það má alveg bara hugsa bara Guð líka að bara taktu þetta þessa tilfinningu og þegar maður farin að geta stoppa sér svona í staðan fyrir að vera bara svo fórnarlega reptílíska hugans þar sem maður bara alltaf að bregðast við áreiti og svo eftir að maður bara svona þú veist, skilur, ef maður getur stoppað sig þannig þá maður komin mjög langt sko algjörlega og það sem ég gerði sko bara ég læri þetta að að bregðast öðru þessu áreiti heldur en gerði og ég mæli með að allir læri það sem ég benda á í bókinni. Algjörlega. Við erum búin að vera rosalega duglega að tala, Dóra. Já. Rúllum þessu upp. En það sem náttúrulega, bara til að summera þetta upp svo ég skilji þetta, það náttúrulega tilfinningar eru sjáanlegar, það eru finnanlegar. Ef þú kemur inn í íbúð sem búið mikið reiði og sorg og skynjar það bara í efninu, þannig að þetta ekkert gemvísindi, þetta ekkert hókus pókus. Og ég held að þessi 70% Íslendinga sem trúa draugar séu til, en svo böglast með hvort það sé til einhver sko alheims orka eða Guð. Einmitt. Fyrir mér þetta var raunveruleg. Dóra, mikið rosalega gaman að fá þig og þó að sagan þín hafi verið erfið að hlusta á, þá hveti ég til að finna út af hverju. Já, hvað gerðist? Já. En byrju, gerist þetta aftur svo? Já, ég langast að bæta við að ein hugsun að ég vildi bara segja það sem í Jesú að það bara, ég sé Jesú kannski eins og bara mjög margir, að ég sé hann bara sem bróður minn, ekki sem Guð og ég vil taka það fram að ég trúi á Guð sem Abba, faðir, bara Guð almáttugur skapar heimins og jarðar, það ekki Jesú í mínum huga, en það samt alveg hægt að leita til hans, finnst mér, sko, eins og hann bara meðhjálpari, svona eitthvað sem styður mann, sko. Þannig að já, ég vildi bara segja það. Hann var leiðbeinandi. Já, einmitt, að því að hann kom á jörðina, var maður eins og þú, eins og bara ég og var rebel, hann var að berjast gegn elítu þess tíma og benda fólki á Guð. Hvað segir þið? Og svo var hann drepinn. Og svo var hann drepinn, já, akkurat. En já, ég var sérst handtekinn aftur daginn, það var 17. maí. Þá ég á Arnarhól, þetta akkurat þegar það mikilvæg ráðstefna í bæ og ég fyrir utan grindverkið og að hlusta bara tónlist í eyrunum, bara tónlistsímanum og ég ekki dansa nefnilega, ég bara stend og bara horfi í áttina Seðlabanka og Hörpu og hótelinu og allt inn kemur lögregla og bara rétt mér og ég tek bara vinalega á móti þeim, sko, og segi bara bara góð daginn og þau segja við mig, konan segja við mig við fréttum að þú hefur verið að dansa og ég segi bara er það bannað? Má það ekki? Og svo segi ég bara nei, ég var ekki að dansa, ég hlusta tónlist í símanum og er það bannað? Svo spyrjaði mig hvað ég heiti og ég fer maldi í móin, ég segi bara að ég hef ekki brotið neitt af mér, akkur það fara að gefa mér akkur viljið þið fá nafnið mitt og ég vil ekki gefa nafnið og þá já, auðvitað segja líka ég trúi, ég veit að Guð til, en heilagur andi líka til og það sem Jesús var líka benda á, að hann talaði heilagan anda og hann úthellist yfir þjóðirnar og það bara, ég finn bara Guð leggur á hjarta mitt eins og að sé bara heilagur andi að segja bara eitthvað bullina og þau biðja mig ekki kennitölu, en ég held maður þurfi kennitölu eða eitthvað til þess að maður sé búin að brjóta sig. Ég veit ekki hvernig þessi lög eru. Allavega, ég tek þá bara dótið mitt, ég var bara með töskuna mína og úlpuna og ætla bara rölti í burtu. Nema þau bara hlaupa eftir mér, hlaupa eftir mér og grípa mig bara, sikkert handlegginn og ég bara handtekinn. What? Já. Þannig þetta að gerast aftur? Þetta gerist aftur og ég gaf þeim aldrei með kennitölu, þau báðu ekki hana.
og allavega þau og bara þetta var enga leiða mig. ástæða fyrir að vera handtekinn? Ég væntanlega, ég ætlaði ekki verið bara, ég gaf vitlaust nafn. Hvernig kölluðu þeir inn nafnið til að tjekka það? Og líka, og ég veit ekki, var einhver grunur að ég hafi brotið af mér, að það dansa, það að brjóta. Ég veit að það er bannað í Íran, en ekki á Íslandi. Þannig að þeir spurðu mig ekkert, varst að gera þetta sem er rangt eða þetta. Einu sem spurðu mig, sögðu, þú fréttum að vera að dansa. Big deal. Já, big deal, nákvæmlega. Og þau bara leiða mig, bara sikkert bara í lögreglubifreið og þarna kalla ég yfir, bara háum rómi bara yfir Arnór og allt fólk sem stóð að ég segi bara, það er búið að handtaka mig, ég heiti Halldóra Sigurðardóttir, ég skrifa bók sem heitir Dauði Ekkosis, þetta er út af því, bla bla bla, og ég vildi bara, að því þú veist ekki hvað gerist þegar lögreglan er búin að handtaka þig. Það er bara, þetta er alveg eitt mál, ég sé þetta. Já, ég sagði reynda við þau líka, það hefur kannski verið eitthvað tryggar fyrir þau, en ég sagði, vitið þið að elitan kallar eitthvað hundana sína og þetta var nú ekki til að hjálpa. Já, en þau eru ekki í þessu starfi til þess að vernda mig eða þig eða þau eru til þess að vernda hagsmuni. Þó svo að það hafi sagt þetta, þá breytir það ekki neinu í jöfnunni. Já, og svo er það líka annar mál er að fólk á ekki að taka einhverju geðþótta ákvörðun og handtaka mann. En það er einhver sem sagði í talstöðinu að fara með þið inn? Ég vantarlega veit ekki. Þau fara með mig í lögreglubifreið og fara svo með mig inn á lögreglustöðina þar sem ég tekið skýrsla mér fyrir þetta að hafa sagt í því að ég segi svo bara rétt nafn og það er búin að taka, handtaka mig inn og í lögreglustöðinu segi bara rétt nafn og hún fór líka og grámsaði töskuna mína og náði bara í veskið mitt, allar upplýsingar og allt þetta. Svo segir hún bara allt í einu um mig, já, við ætlum að hringja á héraðslækni og héraðslækni fyrir það að gefa upp rangt nafn. Þá er ég bara, guð minn góður, hvað er í gangi? Svo kemur héraðslæknir og hann spyr mig einhverja spurningar og eftir það segir hann við lögreglumanninn, já, ég held að sé ekki tilefni til að svipta. Það er fyrst skipt sem ég heyri allan tíman frá því bara fyrir að einhverju notar að svifta og ég þá vantarlega meina að svifta sjálfur. Hugsaði fyrir það að gefa bara upp rangt nafn. Einu sem ég gerði og líka í fyrir skipti, einu sem ég gerði var að segja víkburt satan. En hugsaði þér nú er enginn af okkur eins og við erum alls konar og alls konar fólk með alls konar trú og dynti og nefndu það. Algjörlega. Skilur við. Bara svo framalega sem er ekki að meiða aðra, má maður bara ekki vera skrýtninga inn í friði, skilur við? Já, nema þegar þú ert að vara við hóllastu við bræðarleg frá Guð og þú ert að minnast á hver stjórnar heiminum. Já, ég held að flesti vita að það eru peningarnir sem stjórna heiminum. Það er nákvæmlega, það snýst keppnina í kringum peningana. Við sem erum öll fermt hérna inni vitum það að á endan er það peningarnir sem ráða, það er ekki mannkærleikurinn. En Dóra, við erum að sprengja alla tímaskala og ég er alveg viss að tæknimaðurinn okkar, Gunnar Bjarni, sé ekki rosalega ánægður með okkur. Hann brosir, þannig að það var það í lagi. En ég ætlaði að Dóra, takk fyrir að koma, takk fyrir að segja þessa sögu. Ég veit það var ekki auðvitað fyrir þig. Og ég vona að flestir fá að heyra söguna þína og bara ég samhlýkisti með að hafa gengið í gegnum þetta. Já, vegna þess að ég bara, þegar ég fekk aldrei að vita á spítalunum hvað kom fyrir þegar ég kafnaði í rauninni og ég bara tel mig bara hafa bara dáið og ég hef verið endur lífgöð. Þannig að ég bara segi það bara, ég bara dó fyrir þessa bók og nú er ég vonast ég bara til að fólk heyri hvað ég er að tala og hversu bara hægt, ég bara, ég vil ekki nota orðið hægt, en bara heyri bara mína sögu og bara hvað getur komið fyrir fólk sem bara ákveður að segja sannleikann og tala Guð. Í dag er bara hættulegt að tala Guð og ef þú vilt vera rebel, tala Guð og Jesú, bara, þú veist, vin okkar sem var rebel sjálfur. Já. Ég veit að Kristur var rebel stöðans og hann var á fangilsan í dag alveg sama hvar í mannkynssögunni hann hefur komið fram. Hann er alltaf endað í fangils og hugsanlega drepinn í öllum tilfellum. Já. En Dóra,
Takk fyrir að koma, frábært að fá að kynnast þér. Já, sömuleiðis takk. Og ég ætla að fá að fylgjast með þér áfram. Og þið heima sem voru að horfa, takk fyrir okkur og sjáumst í næstu viku hérna í kalda pottinum.